Okay. Okay. Allt tilbúið. Já. Everything online. Yes, my love. Everything online. Okay, Yes. so við byrjum að heilsa í Jesú nafni. Já. We say hi in Jesus' name, and may God bless you with these words today that we are going to read from the scriptures. And we are going to keep on reading in John, and we are going to read chapter 5 and 6 today on this lovely Friday. Og við ætlum að halda áfram að lesa í Jóhannesarguðspjalli og við ætlum að lesa 4. og 5. kafla hér í dag. Og með þetta vera blessun til ykkar. Það er 5. og 7. Nei, 5. og 7. 5. og 7. kafla. That's chapter 5 and 6 in John. Og við þetta vera blessun til ykkar. Eins og það til okkar. Jesu nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir segja amen á þessu myndislega föstu degi og verið velkomin á skjáinn in Grace Church on daily prayer here in Iceland. We love you. We love all of you. We welcome to the screen and enjoy the time with us like we enjoy the time with you. So we are gonna start this like we always do. My beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Mín yndislega fallega kona ætlar að byrja þetta og stuttur í bæn. Í Jesú nafni, amen! Amen. Já, elsku Jesús. Bara þakka fyrir þessu stund, Drottinn minn. Ég bara þakka fyrir að við fáum að vera ljósin í líf fólks og heilagur andi, ég bið þess að þú blessi varir okkar Sigga og gefi þeim sem er heima frið í huga sinna hjarta sig og líka okkur Sigga og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen! And everybody say amen on this beautiful Friday. Já. And Já, við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðuna. We're gonna lift name up to grace. Við ætlum að lyfta upp Húberti, Óskari, Friðriki, Kristjáni, Helga, Jóni, Agli, Helgu, Díunu, Dagný, Gunnari, Valgarði og Hauki. yeah, we ask you to ask God to bless them. Ask you to lift them to God and pray for them. And ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with. And ask the Holy Spirit to come and help them. Like you know, God answers our prayers. In Jesus' name, amen. Og ég vil biðja ykkur að lyfta þessum nöfnum sem við nefndum við í dag og biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja hann heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og hjálpa þeim með það sem þarf að hjálpa með og eins og þið vitið þá ansar Guð okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen. Amen. And today, my beautiful wife is going to start reading chapter 5 in John. Og yndislega fallega kona mín ætlar að byrja að lesa kafla 5 í John í dag. Og njótið. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betesda
Þar eru 5 súlnasgöng, í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra, lamaðra, sem biðu hræringavatnsins, en engill drottins fór öðru hverju niður í lauginni og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræringi vatnsins varð heill, hvaða sjúkdómur sem hann þjáðist af. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafi lengi verið sjúkur. Hann segði við manninn: viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum: Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist, og meðan ég er að komast fyrir annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann: stattu upp og tak rekkju þína og gakk. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldadagur, og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða: í dag er hvíldadagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim: sá sem læknaði mig sagði við mig: tak rekkju þín og gakk. Þeir spurðu hann: hver er sá maður sem sagði þér: tak hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði leynst brott, enda var þröngt á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann: nú ert þú orðinn heill, syndga ekki framar, svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði við gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Nú tóku gyðingar að ofsækja Jesús fyrir það að hann gjörði þetta frá hvíldardegi. En hann svaraði þeim: faðir minn sem starfar til þessara stundar, og ég starfa einnig. Nú sóttu gyðingar enn fastar að taka hann af lífi, þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gjörði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá: sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér nema það sem hann sér föðurinn gera. Því hvað sem hann gjörir, það gjörir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem gjörir sjálfur. Hann mun sýna honum meiri verk en þessi, svo að þér verðið furðu lostnir, eins og faðirins vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar og sonurinn þá, sem hann vill. Enda dæmi faðirinn engan, heldur hefur hann falið synunum allan dóm, svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim, sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stiginn yfir frá dauðum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin, að hinir dauðu munu heyra raust Guðs sonarins, og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt synunum að hafa líf í sjálfum sér, og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því að hann er mannssonurinn. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram, sem þeir hafi gjört hið góða, mun rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa til dómsins. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri, og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Faðirinn vitnar: ef ég vitna sjálfur mig, er vitnisburður minn ekki gildur. Annars er sá sem vitnar mig, og ég veit að sá sem vitnisburður er sannur, sem hann ber mér. Þér hafi sent til Jóhannesar, hann bar sannleikanum vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megi frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduð stund gleðjast við ljós hans.
Ég hef þann vitnisburð sem meiri en Jóhannesar, því að verkin sem faðir minn fékk mér að fullna verkin sem ég vinn, bera mér að vitni að faðirinn hefur sendt mig. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafi aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljað ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þigg ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður að þér hafi ekki í yður kærleika Guðs. Ég er komin í nafni föður míns, og þér takið ekki við mér ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tækið þér við honum. Hvernig getið þér trúað þegar þér þiggið heiður hver af öðrum, en leitið ekki þess heiðurs sem frá einum Guði. Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá sem ákærir yður Móse, og á hann vonið þér. Ef þið tryðið Móse, myndi þér líka trúa mér, því að mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þið þá trúa orðum mínum? Í Jesu nafni, maður tæðan, komið að mér. Eftir þetta fór Jesú yfir til Galíu vatn, eða Tíbersvatn. Mikill fjöldi manna fylgdu honum, því þeir sáu þau tákn hann gjörði á sjúku fólki. Þá fór Jesú upp á fjallið og setti það niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páska, hátíð gyðinga. Jesú leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippíus: hvar eigum við að kaupa brauð að þessi menn fá að eta? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: brauð fyrir 200 denara nægði þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinar hans, Andrés, bróðir Símonar Péturs, segir þá við hann: hér piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað það handa svo mörgum? Jesús sagði: látið fólki setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesú brauðið, gjörði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu, og eins og fiskunum, og svo mikið sem þeir vildu. Þegar þeir voru mettir, segir hann við lærisveina sína: safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman, fylltu 12 korfur með leifum brauðanna. 5 sem afgengu hjá þeim neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gjörði, sögðu þeir: þessi maður sannarlega spámaður sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gjöra hann að konungi, og vék þau aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þegar kvöld var komið, fór lærisveinar hans niður af vatninu, stigu út í bát og lögðu af stað yfir vatnið til Kapernum. Myrkur var skollið á, og Jesús var ekki enn kominn til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu róið hér bil 25 eða 30 skeiðrúm, sáu þeir Jesú gangandi á vatninu nálgast bátinn,
þeir eru hræddir, en hann sagði við þá: það er ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Daginn eftir sá fólkið sem eftir var handa vatnsins að þar hafði ekki verið nema einn bátur og Jesús hafði ekki stigið í bátinn með lærisveinum sínum, heldur höfðu þeir farið burt einir saman. Aðrir bátar komið frá Tíberíus í nánd við staðinn þar sem þeir höfðu etið brauðið. Þegar drottinn gerði þakkir, nú sáu menn að Jesú var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum megin við vatnið og spurðu hann: Rabbi, nær komust hingað? Jesús svaraði þeim: sannarlega segi ég yður, þið leitið mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs, og mannssonurinn mun gefið yður, því á hann hefur Faðirinn Guð sjálfur sett inn siglið sitt. Þá sögðu þeir við hann: hvað eigum við að gjöra svo við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim: þetta var verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðu hann þá: hvaða tákn gjörðir þú, svo að við sáum og trúðum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá: sannarlega segi ég yður, Móse gaf yður ekki brauð af himni, heldur gefur Faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann: Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim: ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi, því sá er vilji föður míns, og hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf. Ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði: ég er brauðið sem niðursteig af himni. Og þeir sögðu: er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósef? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stiginn niður af himni? Jesús svaraði þeim: verið ekki með kurr yðar á meðal. Enginn getur komið til mín nema Faðirinn sem sendi mig dragi hann, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanum er skrifað: þeir munu allir verða af
Guði fæddir, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannarlega, sannarlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Nú deildu gyðingar sín á milli og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að éta? Þá sagði Jesús við þá, sannarlega, sannarlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekkið blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá etur hold mitt og drekkur blóð mitt og er mér og ég í blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samskundum í Kapernum. Margir af lærisveinum hans hann hlýddu sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurr var á meðal lærisveina hans út af þessu og hann sagði við þá, hneykslar þetta yður, en ef þér sagði mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andi sem líkar holdir, megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. En meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem myndi svíkja hann. Og hann bætti við, þess vegna sagði ég við yður, enginn getur komið til mín nema faðirinn veiti honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinunum hans frá og voru ekki framan með honum. Þá sagði Jesús við þá 12, ætlið þér að fara líka? Símon Pétur svaraði honum, Herra, til hvers ættum vér að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim, hef ég eigi sjálfur útvalið yður 12, þó er einn yðar djöfull, en hann átti við Júdas Símonarson, Ísakrots, sem var til að svíkja hann, einn þeirra 12. Í Jesú nafni, Amen. Everybody say in Jesus' name, Amen, on this wonderful Friday. Og allir segja Amen á þessum yndislega föstudegi. Amen. Og megi þessi orð vera blessun til ykkar og eins og til okkar. Og orðið er alltaf blessun og Amen. alltaf gott að lesa ritninguna og ég minni á
gefa ykkur 8 stundu degi að lesa smá kafla í ritningunni og það byggir upp andan ykkar og blessar ykkur. Í Jesu nafni, amen. Amen. So always give yourselves time to read a little in the scriptures. It builds up your spirit and it blesses you and it fills your soul. Amen. Yes. In Jesus' name, amen. Everybody say amen. Amen. And we love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og Spila. núna eins og við gerum ávallt hér að við spilum alltaf á ensku King James 16:11 King James 16:11 er betur skrifað svona réttara skrifuð orð heldur en þessar nýju þýðingar sem við erum með og því spilum við alltaf King James. We always play King James here because it's older version and it's written in a better way and more understanding and it's a beautiful work that King James is and that's why we play it and may that be a blessing to you and Yes. my beautiful wife is gonna play it for you and enjoy. Yes. John 5. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. The Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk. Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk? And he that was healed wist not who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed, and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father.
He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good, unto the resurrection of life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another that beareth witness of me, and I know that the witness which he witnesseth of me is true. Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth. But I received not testimony from man. But these things I say, that ye might be saved. He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. But I have greater witness than that of John. For the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father hath sent me. And the Father himself which hath sent me hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. And ye have not his word abiding in you. For whom he hath sent, him ye believe not. Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. And ye will not come to me that ye might have life. I receive not honor from men, but I know you, that ye have not the love of God in you. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. How can ye believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? John 6. After these things Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here, which hath 5 barley loaves, and 2 small fishes. But what are they amongst so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men,
when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that prophet that should come into the world." When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. And when even was now come, his disciples went down unto the sea, and entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. And the sea arose by reason of a great wind that blew. So when they had rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. But he saith unto them, "It is I, be not afraid." Then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone, howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks. When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, "Rabbi, when camest thou hither?" Jesus answered them and said, "Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed." Then said they unto him, "What shall we do that we might work the works of God?" Jesus answered and said unto them, "This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent." They said therefore unto him, "What sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Then Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world." Then said they unto him, "Lord, evermore give us this bread." And Jesus said unto them, "I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you, that ye also have seen me, and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." The Jews then murmured at him, because he said, "I am the bread which came down from heaven." And they said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he saith, I came down from heaven?" Jesus therefore answered and said unto them, "Murmur not among yourselves. No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world." The Jews therefore strove among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Then Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you.
Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying. Who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you? What, and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, Have not I chosen you 12? And one of you is a devil. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon. For he it was that should betray him, being one of the 12. Jesu nafni, amen. May that be a blessing to you. And everybody say amen after these Amen. wonderful words from God in King James 16:11. Yep. It's always a blessing to listen to King James 16:11. Beautiful scripture. Nú, þú sem ert að hlusta núna, þá ætla ég að gefa þér þann möguleika á því að taka það skref að ganga inn í Guðs ríkið og taka það ákvörðun í hjarta þér að ganga Guðs veg, og Guð lofar því að ef þú hefur þessi orð sem ég les hér upp eftir mér, að þá muni hann frelsa þig. Og ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn, dáið fyrir syndi þínar og blóð hans hreinsaði allri synd, og hann hefur risið upp á 3. degi og hann er lifandi í dag, þá viltu hólpinn verða. Í Jesú nafni, amen. Og þá viltu biðja til hans og þá viltu hann blessa þig, því þá trúir þú og þá verður heilagan anda inn í hjartaðir og það er hjálparinn sem Guð skildi hér eftir fyrir okkur til þess að hjálpa okkur og eins og með ritninguna að skilja og skilja hvað kærleikur er og vera góðir hvort annað. Amen. Amen. And now I'm going to give you the chance of, if you are listening here today and you haven't taken that step to follow God, Jesus, and you haven't accepted
Jesus into your heart, then I'm gonna give you the opportunity to do this here today. And the only thing you have to do is believe these words I read here, and I believe that Jesus went on the cross for you, and he died on the cross, and he cleansed all your sins with his blood, and he rose on the third day, and he is alive today. And then he's gonna save your soul, and he's gonna bless you, and you can talk to him, and you can pray to him, and he's gonna help you in every way in your life. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Svo hafði þessu orð eftir mér og ég byrjaði að fara með þetta á íslensku. I'm gonna start taking this prayer in Icelandic, the salvation prayer, we call it frelsisbænin. Og hafði þessu orð eftir mér að þið viljið taka því Guðinn í hjarta ykkar. Ok. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáð á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig á allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vil ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér, Jesús, Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskar að þér. Í Jesú nafni, Amen. amen. Og vertu velkomin í kristna hópinn, þú sem fórst með Amen. þessa bæn. Og megi þetta vera dýrleg sköpun fyrir blessun fyrir þig. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni. Like it's overflow, it's overflow. So it's a blessing for everybody. Let's be good together. It's good to be good. Amen. And now I'm gonna take the salvation prayer in English. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and I live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood
I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved, and loved by you. loved by you. In Jesus' name, amen. Everybody say amen on this beautiful Friday. Like we always say here on in Gracious Daily Prayer, be good to each other and love one another. And you are married, tell your husband that you love him, and husbands tell your wives you love them, and tell your children that you love them, and pray for your family and ask God to bless your family, and pray for your neighbor and love your neighbor like yourself, and pray for your enemy, and then God is going to bless you because He asked us to do this because we are the children, His children, all human beings here on this earth is His creation, and that's why He wants us to pray for His children. And that's what we do here, and that's why we spread the good news, and that's our purpose. We are a team here, and we help each other out, spreading the word out, and be welcome to the team, helping us spreading the word and spreading the good news. The good news is the New Testament. Amen. And that's what we are supposed to follow and spread the grace is over everything. We are not under law, we are under grace. And like God loves us first. Amen. Amen. It's God loves us. And God loves us so much that we don't even know what sort of a love that is. It's like that's behind my imagination. It's like it's over my understanding. Og hérna munið að Guð elskar okkur og hérna hann elskar okkur fyrst og Guð elskar okkur svo mikið að það ofar okkar skilning. Skilningin. Bara munið, segjum við hvort annað hér.
Það er ekki bara faðir. Bara munið að segja við fjölskyldugar og náungan að þið elskið hann Já. og biðið fyrir fólkinu. Í Jesú nafni. Amen. Í Jesú nafni, Og amen. elskið hvort annað Já. eins og við elskum ykkur. Og hjálpið okkur að bera út góðu fréttirnar. Amen. Og verið góðir hvort annað og be good to each other. It's always good to say good to people, have a nice day, and say hi to people when you're on the street. And it gives people like security for kindness and a lot of things. Og kostar ekkert að vera kurteis og vera almennilegur og bjóða góðan daginn og vera góðir hvort annað. Amen. Í Jesú nafni, amen. And now we are going to end this with the prayer that Jesus taught us. And we have been asked a little bit about the prayer we go with. Is we have the original prayer of this that God gave us, and you tell this so everybody understands. So we are not going with something wrong here. No. So she's gonna explain to you what is the difference between the original prayer and the prayer they have today that they changed in the scripture. So you have it right. It is hold us from temptation, but yeah, we pray like that because that is the right. But because God will never Lead us. yeah, He will never Lead- lead us in temptation. Yeah, He will never lead us. No. He would never tempt us to do something. God is good. God is good. Yeah. And that's why in what Jesus taught us was hold us from temptation, Yes. not Don't lead us. Yeah. In temptation. Yeah. don't That's not us. don't lead us into temptation. That's like when God was going through the desert and the devil was trying to lead him into temptation. It's like it's not. That's why this is wrong. This is the old one is like we tell it. So og við erum eldri útgáfan af Faðirvorinu, upprunalega Faðirvorinu, og eins og Guð myndi aldrei fara leiða okkur í freistni. Hann myndi aldrei fara að gera það. Það er bara svipað þegar að Jesú gekk eyðimörkina og þá var djöfullinn að reyna að freista hans. Guð myndi aldrei fara að reyna að freista þín, og það eins og kemur fram í Faðirvorinu í 9. útgáfunni að það er rangt, en í gömlu útgáfunni og frumútgáfunni sem er rétta útgáfan, þá er það
haltu mér frá freistni. En ekki öfugt. Og svo þetta sé á hreinu. Og muni þetta og þá Guð passar mann alltaf og hann heldur manni frá því hann verndari manns og hann heldur manni frá freistingunum. Hann ekki að leiða manni í eitthvað. Hann ekki að leiða í gilduru. Nei, hann góður. Hann góður, Guð góður. Amen. En það bara búið að eiga við ýmsa hluti. Og alveg svo ýmsar biblíur sem hafa verið gerðar hérna eins og Gyðingar gerðu 1917 og svona búið að gera ýmislegt. Það seinna mál sem að ég á eftir að ræða hér og við ykkur og fara í gegnum orðið. I will show you these teachings, what they have changed in the scriptures, and I will go through these things and show you them, what man has done to the scriptures, and we will go all together through them, and I will show you what they took out and what they put in and changed things, and when they made the Bible, like we were supposed to read it like this was supposed to mean this and this. Eins og þeir fóru og túlku fyrir okkur biblíuða menninir og sögðu það að þetta og þetta og þetta þýða þetta. Þetta ekki alveg svona, því eins og Guð segir, passi ykkur á mönnunum, like God says, watch out for the man. That's why always God is number one. Always look up to God. You can trust God, but we cannot trust pastors and men. I'm a pastor. You cannot trust me 100% because God tells that I'm not perfect. I know I'm not perfect. I'm not perfect. And God says every man is good. There is no good man on this planet. It's like from the start, man, from Adam and Eve, they started doing bad things. And all through things like David did bad things, everybody did bad things. And every man has done bad things. Like all of us, we are sinners. That means we have been doing bad things. That's why we are here, and we are under grace, the mercy of God. Amen. And He forgave us once and for all. He went on the cross. He won the devil. He saved us from the devil. But the problem is we have our free will, and that's our devil. Yes.
The free will is our devil. Our free will wants this and this and this, and the free will maybe wants to live in a bigger house than the neighbor have, or a bigger car than the neighbor have, or something like this. And this is the flesh things, like the money thing, and all these things. These are the flesh asking for things, og þetta bara svona, þetta eru holdlegir hlutir sem við erum að sækjast eftir, kannski að reyna að fá betra hús og fá aðeins stærra hús heldur en hinn og aðeins flottari bíl heldur en hinn og aðeins meira peningum heldur en hinn og eitthvað bla 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 bla. Þetta eru holdlegir hlutir, en það sem Guð gefur okkur eru andlegir hlutir. Amen. But God gives us spiritual things. Yes. And He gives us 100 times spiritual things. Not if I give 1 million in, I'm not going to get 100 million back. This is a misleading thing. Otherwise, all Christian people would be billionaires. That's not like that. That's why not Christian. There are very few Christian people who are billionaires, and most just normal people, normal life. Svo þið vitið að ef þið gefið 1.000.000 í peningum og einhver ætlar að segja það að þú fáir það 100-falt tilbaka og fáir 100 milljónir tilbaka, það virkar ekki þannig. Það er verið að tala hér andlega hluti en það er ekki verið að tala peninga. Og svo koma pastorar og segja það þegar að þú gefur milljónina og út af því að þú fyrst ekki 100 milljónir tilbaka, út af því að þú hafðir ekki næga trú, segja þig. Nei. Þetta er bara þeir að fá meira fyrir sig. Jú, þeir fá þá kannski milljónina þína og 100 manns til að gefa sér 100 milljónir og 200 milljónir og hvað sem það er. This is misleading preachers going like asking for money, and they tell that you didn't receive the money because you didn't have enough belief. This is misleading. It has nothing to do with the scriptures. This is just money thing, and it's just, that's why we warn here in Grace Church, in daily prayer, we give a warning about this. Don't be misleaded, because what we are supposed to do, we are supposed to help people. And people they come to the church and go to the house of God, and they come in there and they sit down there and they start to ask for money. It's like in my church, it's like this. I'm not a thief. I'm not gonna ask you if you come here into my church. I'm not gonna ask you for money that you're gonna give your last few dollars that you're supposed to go and give your family to eat with, and tell you that you give it to me and you're gonna
and God is going to give you it 100 times more back. Let's not allow. Use the money, go and buy, eat, and ask the communion of the church to help you out, and we help each other out with things like this, and we bless you with these things. Amen. Yes. Og hjá okkur í okkar söfnuði þá er það þannig að þú sem kemur þar inn og ert með lítið en milli handana að þú sért ekki að gefa síðustu krónuna þínar í safnaðarbauk eða eitthvað þar og ætlast til þess að fá eitthvað 100-falt tilbaka. Það lítum við bara á sem þjófnað og við kemur til safnaðarins, kemur þar inn, þú notar þessa peninga til þess að blessa fjölskylduna þína, gefa fjölskylduna að borða og sjálfur þeirra að borða og við í söfnuðinum hjálpið því það fullt af ríku fólk í söfnuðinum. There's a lot of rich people in the church that can help you. Yeah. And that's what we are supposed to do. Help each other. Amen. Yeah. That's why. Be good to your neighbor. Pray for your neighbor. And love your neighbor. Amen. And love your brother in the church and your sisters in the church and help them out. And make these last words be a blessing to you. And we love you here in Grace Church Daily Prayer on this wonderful Friday. And we are going to see you on Monday. Yeah. And have a lovely, lovely weekend. And have a great, great time. Yeah. And we love you. And may Jesus bless you and the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. We love you in Amen. Jesus' name. Amen. Jesus' name, amen. Amen. Sjá. Elskum ykkur. Love. Elskum ykkur. I love you from Iceland. Yes. Elskum ykkur frá Íslandi. Já.